Velkomin í viðskiptaþáttinn mánudaginn 1. júlí. Þátturinn í dag er fjölbreyttur. Ég mun fá til mín gesti hingað í stúdíó. Fæ til mín Skúla Skúlason, framkvæmdastjóra fjölmiðlavaktarinnar, og munum við fræðast það hvernig fyrirtæki geta nýtt sér þjónustu slíkrar vaktar og fylgst þannig með fjölmiðla umfjöllun fyrirtækið eða einhverja hluti sem að skipta það miklu máli. Sólveig Hjaltadóttir, verkefnastjóri beinnar markaðssóknar hjá Íslandspósti, mætir til okkar í viðtal, en hún er eini Íslendingurinn sem hefur diplóma í slíkum fræðum, það er fræðum beinnar markaðssóknar. En þetta verður í síðari hluta þáttarins. Nú í fyrri hlutanum, hann er sestur hér hjá mér, Össur Lárusson, framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda. Velkomin. Takk. Markaðssetning á lambakjöti er mikið í umræðinni þessa dagana. Hvernig standa þessi mál? Hvernig eru við framalega í markaðssetningu á lambakjöti? Hver er til dæmis markaðshlutdeild Íslendinga í lambakjötssölu ytra? Hefur tölur við það? Sko, hún er ekki stór ytra miðað við til dæmis Nýsjálendinga og Ástrala. Þeir eru náttúrulega lang stærstir og það sem við erum að selja erlendis er bara dropi í hafið miðað við það magn sem þeir eru með. Við erum að flytja út cirka 1400-1500 tonn á ári til hérna ýmsu landa, mismikið á hvert stað fyrir sig. Þannig að þetta er ekki stórar tölur sem við erum að ræða. Náttúrulega, okkar aðalmarkaður er innanlandsmarkaðurinn. Og það er sá markaður sem við leggjum mesta rækt við, skiptir mestu máli. Og hvernig þið að nálgast þann markað? Hver er staða lambakjötsins í dag? Hefur hún verið betri eða er hún upp á sitt besta? Síðustu 2 áratugir í sölu á lambakjöti hafa verið niðra við. Það hefur verið samdráttur í sölu meira minna, þó hafa komið kippir upp á við, eins og það er orðið núna það sem af þessu ári erum við að sjá aukningu. Árið 2000 vorum við að sjá aukningu og það koma svona ári inn á milli sem er upp á við, en það er harðnandi samkeppni í þessum bransa, kjötbransa. Það eru fleiri að koma inn, svínakjöt og alifuglakjöt hefur verið að koma sterkt inn. Þetta eru vörur sem voru vart fáanlegar hér á landi fyrir einhverjum áratugum síðan. Það var eingöngu lambakjöt. En þrátt fyrir það þá er lambakjötið mjög sterkt hér og er langsterkasta kjötið hér á landi. Sem dæmi þá borðar hver Íslendingur cirka 26 kíló af lambakjöti á ári. Hafið þið fylgst með þessari þróun? Er hver Íslendingur að borða svipað nú eða hefur þetta minnkað mikið? Þetta er minnkað mikið. Við förum 15 ár aftur á bak. Þá erum við að tala 45 kíló á hvert mannsbarn. Þetta er gríðarlegur samdráttur og nöðsynlegt fyrir ykkur að fara að huga að þessum málum. Hafið þið verið að leggja kraft í markaðssetningu síðastliðin ár? Já, við höfum verið að því eins mikið og við höfum fjármagn og tækifæri til. Það er eins og ég nefndi, þá voru að tala 25 kíló á hvert mannsbarn. Meðan að svínakjötið sem er í öðru sæti, þar erum við að tala cirka 18 kíló. Og við erum að berjast þarna á þessu markaði. Það er aldrei þungt hjá okkur hvað við erum með dýrari vöru heldur en svínabændur og alifuglabændur. Og við það ráðum við ekki, við verðum alltaf dýrari. Þetta er öðruvísi framleiðsla og dýrari framleiðsla. Svo að í verði höfum við ekki vinninginn. Nei. En við sækjum fram með öðrum leiðum. Hyggist þið einbeitt ykkur að íslenskum eða innanlandsmarkaði eða nú hefur verið rætt eitthvað útrás lambakjötsins og íslenskra afurða. Hefur hún aukist í samræmi við þá minnkun sem hefur orðið hér á innanlandsmarkaði?
Nei, ég tel það nú ekki verið, hún hefur aukist mikið. Það hafa verið breyttar áherslur í útflutningi. Það áður fyrir var hugmyndin að flytja eitthvað út, eitthvert fyrir einhvern pening. Þessu viðhorfi var fleygt og núna er farið að vinna eftir allt öðrum aðferðum. Nú erum menn að átta sig á því að við keppum ekki í verði eða magni við okkar samkeppnisaðila erlendis. Þannig að við erum að einblína að koma þessu kjöti inn sem maður slettir gúrme vöru og á sælkera vöru á dýramarkaði og jafnvel árstíðabundið eins og við er verið að gera í Ameríku. Það er hver vara sem á sína árstíðir þar og í þessum sælkeraverslunum og það hefur tekist mjög vel og við horfum bjartsýni fram á vegi með það. Og tími lambakjötsins er þá væntanlega á haustinni og þið hyggist þá flytja ferskt út eða hvað? Já, á þann markað erum við eingöngu að ræða ferskt á Ameríkumarkað. Og það er þá haustin sem að... Það er haustin, þá voru að tala að við erum að flytja út frá svona miðjum ágúst og reyna að teygja það alveg út í nóvember. Hvaða vörur eru á þessum árstíma líka? Hvaða sem eru þá væntanlega helstu samkeppnisvörur lambakjötsins á þessum tíma? Í erlendis? Já. Það er eins og Nýsjálendingar, þetta er náttúrulega samkeppnisaðili okkar þarna erlendis, en þeir eru töluvert ódýrir en þeir eru náttúrulega framleiða þetta allt árið kring. Það er lambakjöt þá? Það er lambakjöt. Já. Og síðan náttúrulega vantar ekkert kjöt í Ameríku, það er náttúrulega kjötið þar. Þannig að við erum náttúrulega í beinni samkeppni við nautgripabændur þar sem eru með ferskt kjöt á hverjum degi og alls konar tilboðum. Svo það er stöðu samkeppni. En í þessum verslunum sem við erum að markaðsetja íslenska kjötið í, þar erum við með lambakjötið, það er dýrasta kjötið í þeirri verslun. Og þeir hafa ekki fengið það magn sem þeir vilja ennþá. Hvað með okkur Íslendinga? Nú höfum við haft, vantarlega nóga lambakjöti í áranna rás og eins og þú bendir réttilega og þá hefur þetta minkað til muna, neysla okkar á lambakjöti. Hvernig er viðhorf Íslendinga til lambakjöts? Er þetta sælkerakjöt sem er að markaðsetja ykkur erlendis eða skynjar Íslendingurinn lambakjöti sem jafnvel ekki hágæða vöru eða hvernig er viðhorf landans til þessara hluta? Ég held nú að áður fyrr hafi nú verið lítið á lambakjöt sem bara mat. Já, menn voru ekki að velta þessu meira fyrir sér. Nei, en aftur á móti núna þá er orðið breyting á og nú er fólk verið að líta þetta sem hágæða vöru og sem það treystir fullkomlega. Og þannig að það hefur aðeins breyst frá því sem var að því að eins og ég segi, samkeppnin aukist og þá breytast áherslur í fólki. En til gamans þá má geta þess að hver Dani til dæmis, hann borðar 2 kíló af lambakjöti á ári, menn við borðum 25 rúmlega. Þannig að við njótum algjör og sérstöðu hér á landi miðað við öll önnur lönd sem við berum okkur saman varðandi magn neyslu. Þannig að það er gríðarlega rík hefð fyrir neyslu á lambakjöti hér á landi. Og þið byggja væntanlega á þeirri hæð þá í ykkar nálgun eða hvað? Já, við gerum það og við gerðum neyslukönnun í apríl síðastlinnum og þar kom sterklega fram að lambakjöt hefur mjög mikinn meðbyr meðal Íslendinga og fólk treystir því best. Nú heldur þið ykkar aðalfund á Bifröst í síðustu viku. Hverja voru helstu niðurstöður þess fundar? Rædduð þessi markaðsmál mikið? Jú, það fór drjúgur tími í markaðsmál og það má segja að það hefði verið svona málefni fundarins. Það voru markaðsmál og síðan nýgerður sauðfjársamningur og gæðastýring sem honum fylgir. Þannig að það voru helstu áherslu fundarins og bændur eru alltaf að fylgjast meira og meira með sölu á sínum afurðum og vilja gera betur þar og þá í ræktunarstarfi og það er heilmikið ræktunarstarfi í gangi hjá bændum og þeir alltaf sífellt
vaxandi. Þessi markaður væntanlega eitthvað að breytast, er búum að fækka og svo framvegis? Búum hefur fækkað gríðarlega. Hafa áherslur breyst þá í kjölfarið? Hvernig hefur ræktunin breyst skoðum síðasta áratug? Eða? Það eru komin ný tækni varandi skoðanir á bæði hrútum og lömbum og þannig er valið til undaneldis. Þá hold meiri skrokkar og fytuminni, þetta er ákveðin aðferð, menn er alltaf að reyna að auka vöðvamassan og minnka fytun á móti og það hefur orðið gríðarlega mikið framþróun í þessu öllu saman. Voru menn að rýna þessa hluti fyrir nokkrum árum síðan? Ekki eins mikið. Þetta var fyrir 15 árum síðan, þá voru hérna 900.000 vetrarfóðraðar kindur á landinu. Í dag erum við að tala innan við 500.000, rúmlega 450.000. Þannig að það er gríðarleg fækkun en aftur á móti þá hafa kröfur markaðarins gert það að verkum að menn verða að framleiða fytuminna og hold fylltra kjöt. Það er það sem hefur verið að vinna í undanfarin ár og gengur vel. Þetta eru neytendur sem að verða meðvitaðir hvað þeir láta ofan í sig. Já. Og þið þurfið þá væntanlega að sinna því þeirri þörfið eða hvað? Já, við höfum allt með okkur. Við erum með hreina og holla afurð. Það eina sem við höfum þurft að gera betur og höfum verið að vinna í núna undanfarin ár, það er að minnka fytuna, rækta hana ekki úr, það má fyta í gæðinni félast, í fytinu félast gæðinni, sagt einhvers staðar, þannig að hún má ekki hverfa, en það þarf að minnka hana og það hefur tekist ljómandi vel. Þú nefndi Danmörku hérna áðan og að hver Dani lætur ofan í sig cirka 2 kíló af lambakjöti á ári á meðan við erum í 25-6 kílóum. Hvers vegna hefur lambakjötið ekki náð þessari fótfestu annar staðar en hér? Náttúrulega Danir, þeir eru miklir svínakjötsframleiðendur og alifuglaframleiðendur. Landbúnaður er mest í svínum og kornrækt hjá þeim. En það er víðar sem er rík hefð fyrir lambakjöti en kannski ekki eins mikið hjá þessum þjóðum, Norðurlandaþjóðum, nágrannum okkar eins og Íslandi, en við fyrir Grikkland og Ítalíu og fleiri staði, þar er mjög rík hefð fyrir neyslu lambakjöti. Ég er bara ekki með þær tölur en það er tölvört meira heldur en Danir setja hann sig. Nú stundum fengið heimsóknir erlendis frá og sérstaklega kannski frá Svíþjóð. Menn tala þar þegar þeim er búið upp á lambakjöta þá kemur alltaf á það og hálfgerður svona svipur þar sem að þeir eru kannski vanir neyslu á sauðakjöti. Getur það verið að það sem er að búið upp á sauðakjöt þarna erlendis heldur en lambakjöt? Það er að segja eldra kjöt. Ég þekki nú ekki hvernig þetta er í Svíþjóð en það er nú ekki raunin held ég með Danmörk og Noreg til dæmis. Það er lambið sem er þar. Já, en það eru lengri, þau eru eldri. Þeim er slátrað erlendis heldur hér á landi. Þetta er miklu styttri tími sem að þau fá að vaksa hér. Er þeim boðið upp á það er lömbum beitt víða grund annars staðar heldur en hér á Íslandi? Er það einhver sérstaða okkar hér að beita þeim upp til fjalla? Já, það er náttúrulega sérstaða. Það er fjölbreyttur gróður sem þau nærast á. Aftur á móti í Nýja-Sjálandi þá fá þau að ganga frjáls allt árið umkring en í ákveðnum beitarhólfum. En já, þetta er sérstaða. Enda finnst það í bræðinu og það hefur verið gerð rannsóknir á því. Og íslenska lambakjötið þykir vera með þessi villibráða einkenni í bræði, samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar og samanburðarrannsóknum erlendis og hér heima, umfram aðra kjötvörur. Hvernig hyggist þið nú hjá landssamtökum sauðfjárbænda nálgast markaðin? Er einhverjar markaðsaðgerðir í bígerð? Við höfum náttúrulega verið í samstarfi með verslunum og afurðastöðvum í sölu og markaðssetningu. Við erum í beinni markaðssetningu líka sjálfur þar sem við auglýsum lambakjötið upp sem hreina og holla gæða afurð. Við munum halda því áfram. Við gerðum þessa neyslukönnun sem ég nefndi áðan og við ætlum að nota hana og vinna úr henni. Við erum ekki alveg búin að fara í gegnum það hvernig við gerum það sem best til þess að koma þar á móts við neytendur. Komi niðurstöður hennar þessari könnunar ykkur á óvart? Bæði og.
Það kom skemmtilega óvart að hvað lambakjöti nýtur mikils fylgi hjá neytendum og hvað treysta kjötinu vel. Það er hlutur sem við munum náttúrulega vinna með áfram og síðan kom það mér reyndar persónulega óvart hvað það er algengt ennþá að fólk sé að kaupa kjöt ofan í frystikistur. Já, fólk stundar það að kaupa þetta í skrokkum. Já, ég held að það væri miklu minna heldur en raunin er. Það hefur sem sagt aukist þá að menn sé að kaupa þetta tilbúið til eldunar eða eitthvað. Ef fólk er að kaupa heil og hálfu skrokkana bara tilbúna niður saga og setja það í kistinni á sér. Á sumrin þá er þetta meira tilbúnar vörur, ákveðna bita og oft forkritaða. Það hlýtur að aukist mikið núna, jafnvel með aukinni væðingur landans. Já, gríðarlega mikið, það hefur aukist til mikið og það er náttúrulega, það eru konar fleiri, betra úrval af lambakjöti núna heldur verið hefur, alls konar bitar sem að fólk hefur ekki séð. Þó hefur ríkt ákveðin stöðnum síðasta árið frá því að goði féll frá. En það er alltaf upplýð aftur. Já. Össur Lárusson, framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda, ég þakkaði fyrir komuna í viðskiptaþáttinn. Hér rétt á eftir munum við ræða við Skúla Skúlason, framkvæmdastjóra fjölmiðlavaktarinnar. Já, hann er sestur hér hjá okkur í stúdíó Útvarp Sögu, Skúli Skúlason, framkvæmdastjóri fjölmiðlavaktarinnar. Velkomin Skúli. Takk fyrir. Fjölmiðlavaktin, hvers eðlis er það fyrirtæki? Það er fyrirtæki sem að vinnur raunar efni úr fjölmiðlum. Það er skilgreinum okkur þannig að okkar svið sé að vinna efni úr fjölmiðlum fyrir viðskiptavin okkar. Þá með það í huga að gefa þeim yfirsýn yfir hvernig umfjöllun er, jafnvel hvernig hún þróast og tryggja þeim ákveðið öryggi því að ekkert sé að fara fram hjá þeim að þeirra umfjöllun. Hvernig tryggið það? Sitjið og hlustið á útvarp? Já, það má segja það. Við erum með hreinlega 2 menn í fullu starfi það að lesa blöð. Þeir lesa 80 prentmiðla, sem sagt 80 titla, náttúrulega dagblöðin og héraðsfréttablöð, tímaritt. Síðan erum við með liði því að við tökum upp fréttatíma í ljósvakamiðlunum, ýmsa fréttatengda þætti og þetta er allt saman slegin í tölvur og síðan eru þetta efni sent til viðskiptavin okkar. Það er svona grunnurinn að þessu, síðan erum við með ýmiss konar aðra úrvinnslu á efninu. Allt frá því að gera útdrætti yfir í raunar nákvæmlega úttekt á því hvernig umfjöllun er. Hvað er þetta gamalt fyrirtæki? Þetta er 22 ára gamalt, eða má rekja upphafi aftur til 22 ár. Það byrjaði raunar svona sem nánast hliðarbúkurinn, úrklippuð þjónusta sem að stofnandi fyrirtækisins svona, starfrækti nánast á eldhúsborðinu hjá sér, klipp út af blöðum, greinar ákveðið mál, síðan þróaðist þetta og varð að fyrirtæki sem að heitir Miðlun. Og upp úr Miðlun síðan var þetta raun að klófið frá Miðlun fyrir nokkrum árum og gert að sjálfstæðu fyrirtæki. Þannig að þetta var einhver sem satt við eldhúsborðið og klippti þá bara úr blöðum og sendi það þannig til þeirra sinna viðskiptavina þá? Já, akkurat. Það var svona hlíðarbúkurinn í ljósritunar fyrirtæki sem hann rak á þeim tíma. Já. Og voru margir sem að nýttu sér þetta á þeim tíma? Það var, nei, það voru ekki margir. Þeir voru fyrst og fremst að vinna þannig upphafi fyrir arkitektstofur, einfallega vegna þess að það lá nokkuð beint við því að þeir voru að ljósrita mikið fyrir arkitektstofur og voru að taka greinar byggingaiðnaðinn og selja þeim í mánaðarlegri áskrift. Síðan var þessum efnisflokkum fjölgað smá saman og þetta fór svona hlað utan á sig og fór síðan að taka svona kannski sérhæðari myndir með því að það var verið að taka ekki bara svona einhvern ákveðin málaflokk heldur vinna sérstaklega fyrir eitt fyrirtæki fyrir sig
og þannig hefur þetta byggst upp á þessum 22 árum og er orðið fyrirtæki núna með alls 19 starfsmenn. Já, þetta lítur að krefjast heilmikils starfskraft. Já, það gerir það. Það er heilmikil vinna á bak við þetta alls saman og töluvert í frágangi á efninu. Síðan eru náttúrulega með menn sem eru í því að sérfræðingi því að greina umfjöllunina, þannig að þetta er orðið svona mun sérhæfðara og sérhæfðir þjónustu allan hátt. Greina umfjöllun segir þá leggið þið ykkar mat á það hvers eðlis þessi umfjöllun eða hvað? Já, raunar, við bæði erum að magnmæla umfjölluna, sjá hvernig magn er að þróast með tíma, hvernig hún dreifist, hversu mikið er í ljósakamiðlum, hversu mikið í prentmiðlum, hversu mikið í hverju stöð fyrir sig og þar höfndugötunum, sem sett þá ákveðið fyrirtæki eða ákveðið starfsvettung og síðan erum við greinum við líka eða flokkum greinar í jákvæðar og neikvæðar fréttir. Já. Sem að er þá hægt að sjá þróun á hvernig umfjöllun er að þróast, hvernig staðan er gagnvart samkeppnisaðilunum og þar fram til göttunum. Hvernig eru fyrirtæki að nýta sér þessar upplýsingar? Það er á nokkuð margvíslegan hátt. Margir eru kannski fyrst og fremst að tryggja það að ekkert þeirra starfsvið sé að fara fram hjá þeim. Kannski ágætt dæmi það að það fyrirtæki nú skilt okkur nokkuð, þá getur nú nefnt það. Gallup sem að er í skoðanakönnunum og að fyrir þau skipti verulega miklu máli hvernig umfjöllun er sett fram kannanirnar, hvernig aðferðafræðin er presenteruð og þar fram til göttunum. Og jafnilega þau setja ákveðin skilyrði þar varandi birtingu. Þetta snýr eða mjög mikilvægt fyrir viðskiptavild og orðstýr fyrirtækisins. Og með því að fá allt efnið frá okkur sem alla umfjöllun kannanir, að þá taka sérfræðingar Gallup þessa pakka frá okkur, fara í gegnum þetta og aðtók hvort þetta sé eins og þau vilja hafa það og geta þá gert athugasemdir ef að er einhvern hátt rangt með farið. Geti gert athugasemdir þá við þá miðlar sem að... Já, ýmist miðlana eða í sumum tilfellum sína viðskiptavini sem eru að presentera niðurstöðunar. Þannig að þarna þeir í rauninni að fylgjast með jákvæðri og neikvæðri umfjöllun eða það hvernig getið þið þá til dæmis flokka það hvernig þeirra skilaboðum er komið á framfæri? Já. Einhver ákveðin atriði sem þau vilja leggja áherslu á? Það er svo kannski annað þáttur í starfseminni þessar greiningar í jákvætt og neikvætt. Það sem við kallum fjölmiðlega greiningar. Að þá tökum við alla umfjöllun ákveðið svið eða fyrirtæki eða hvað er. Og það sem að viðskiptavinurinn er þar að fá í hendur er raun að bara skýrsla. Það sem að þessar upplýsingar eru settar myndrænt fram, hversu mikil er að jákvæðri umfjöllun, hversu mikil að neikvæðri, hvernig það hefur að þróast síðustu mánuði. Þessi tímaþróun getur skipt gífurlega miklu máli því að það getur svona smá saman verið að verða einhver ákveðin breyting á, neikvæð umfjöllun að hugsanlega aukast og menn þurfa þá kannski að bregðast við, menn getur sér kannski grein fyrir þessu svona dagstaglega í daglegu starfi, en þegar þetta er greint á þennan nátt og sést á svart og hvítu þá náttúrulega er hægt að bregðast við. Og eru dæmi til það að þetta hefur jafnvel skipt sköpum fyrir fyrirtæki, að fyrirtæki sé að átta sig á því svona án þess að vita á því runni að umfjöllun er að fara, ef við notum svoleiðis orð til andskotans. Já, ég hugsa að ég geti bara hreinlega fullyrt það. Ég náttúrulega bundin trúnaði gagnvart viðskiptunum okkar en svona það má samt taka sem dæmi sko að fyrirtæki sem veslaði okkur sem að var á samkeppnismarkaði þar sem að fái stóru aðilar starfa og þetta fyrirtæki hafði sterka tilfinningu fyrir því að samkeppnisaðilarnir voru að fá meiri umfjöllun en svona áttu þessu ekki að því í hverju það lá. Með svona greiningu að þá kom í ljós að það sem var að vega þar þyngst var það að samkeppnisaðilarnir eða starfsmenn samkeppnisaðilarna
voru mikið oftar í viðtölum sem að skýrðist að því að þessir aðeinslega voru svona álitsgjafar eins og sagt þetta voru menn sem að fjölmiðlamenn leituðu mikið til þess að fá álit á einhverjum þáttum í starfseminni eða því sem var að gerast. Þeir höfðu engan svona starfsmann, höfðu engan svona álitsgjaf innan sína raða og þetta gerði það verkum að þeirra umfjöllunum þá var mun minni og kannski þar með hugmyndir neytandans fyrirtækið lakari fyrir bragðið. Þarna var búið einangra vandamáli og þá var hægt að taka á því sérstaklega. Við skulum gera stuttlega fyrir viðfréttir og höldum svo áfram að ræða við Skúlason framkvæmdastjóra fjölmiðlavaktarinnar. Útvarpssaga 94,3. Já, hann situr hér hjá okkur í viðskiptaþættinum Skúli Skúlason framkvæmdastjóri fjölmiðlavaktarinnar. Skúli, þú nefndir áðan dæmi um það hvernig EMG eða Gallup hefur fylgst með presenteringu eða framstillingu á sínum rannsóknum. Þið eru hluti af þessari samsteypu? Já, við erum það. Síðan í október 2000 höfum verið hluti af þessari samsteypu. Þá var fjölmiðlavaktin raunar keypt inn í þessa fyrirtækjasamsteypu sem að samanstendur af nokkuð mörgum fyrirtækjum á, má segja, 3 sviðum. Það EMG með fyrirtæki á sviði ráðninga, mannafl, liðsauka, vinnu.is og jobb.is. Síðan erum við með fyrirtæki á ráðgjafasviði, stæðstar ráðgarður og séðlarráðgjöf. Og loks á það sem við kallum rannsóknar upplýsingasvið sem að þar eru við staðsett á samt Gallup og lítill einingu sem heitir markaðsgreining. Vinna þessi svið saman að einhverju leyti? Já, þetta hugsað þannig að þetta sé að skapa svona ákveðna heild. Hugmyndafræðin svo að það til þess að ná árangri fyrir fyrirtæki að þá sé þrennt sem þarf til. Þú þarft að hafa rétta fólkið, þú þarft að hafa réttu ferlana og loks þarf þetta fólk að hafa réttar upplýsingar til að vinna með. Og þannig að það var tínt þarna saman fyrirtæki sem að eru að útvega þetta sem þarf, þetta þrennt og þegar að svona var verið að mynda þetta fyrirtæki þá þótti stofnendunum þar vera ákveðið gap hvað var það þessar fjölmiðlaupplýsingar og á þeirri ástæði þá sóttist eftir því að fjölmiðlavaktin kæmi inn í þessa fyrirtækjasamsteypu. Hefur það breytt miklu fyrir fjölmiðlavaktina að verða hluti af þessari samsteypu? Það hefur breytt töluveri fyrir okkur, Engum hvað var það hvernig hægt að nýta upplýsingar frá okkur með því að steypa þessu saman með til dæmis upplýsingum frá Gallup sem er í mörgum tilfellum að skoða getum sagt hinn að hliðin á penningnum. Við erum með hvernig fyrirtækjar birtast í fjölmiðlum. Þeir gera til dæmis ímyndarkannanir sem að vissu leyti niðurstaðan, eða má segja sem niðurstaðan úr því hvernig fyrirtækin birtast í fjölmiðlum. Það einn áhrifaþáttur þar. Nú hægt að tefla þessum upplýsingum saman þegar þetta komið undir einn hatt. Þetta svona eitt dæmi af því sem það hvaða möguleikar skapast í þessari sammenningu. Eins líka eru til dæmis ráðgjafar á ráðgjafasviðinu að þeir eru að vinna með fyrirtækjum í ýmsri stefnumótun og uppbyggingu. Oft á tíðum þá þarf í þessi stefnumótun ákveðna upplýsingar sem við getum skaffað og Gallup. Þannig að þetta eru töluveri miklu möguleikar í samspili á milli þessar eininga. Hafið þið skoðað það hvort það séu tengsl til dæmis milli þessa sem þú varst að ræða nú með ímyndakannanir sem eru markaðskannanir þá og það hvernig fyrirtæki að koma út úr þessari fjölmiðla umfjöllun, hvort það sé meira jákvæð en neikvæð umfjöllun? Það reyndar skammt á veg komið að skoða þessa speglun.
það er einfallega stutt tími síðan að þessi sameining átt sér stað en þannig að samkeislan á upplýsingum er skammt á komin. Við erum að vinna í því að byggja upp ákveðin grunn til þess að gera þennan samanburði mitt auðveldari. Það lítur einmitt að vera dýrmætt að geta metið, þegar maður hefur niðurstöður ímyndakannana, að geta metið það hvers vegna ímyndin er góð eða slæm. Já, akkurat. Það náttúrulega þar með verða upplýsingarnar að einhverju sem þú getur runni með og þeir eru búin að einangra vandamálurinnar. En ef að fyrirtæki eru að fylgjast með einhverju sem er kannski ekki endilega innan ekki tengt fyrirtækjunu sem slíku, heldur einhverjum ákveðnum hlut, þá hægt að leita til ykkar með það? Raunar hvað sem er. Ég meina að skoða nýjan markað eða skoða eitthvað nýtt. Já, það er raunar engin takmörk fyrir því hvernig er hægt að setja þjónustunum saman og í sömu tilfellum er þetta jafnvel ekki fyrirtæki. Við erum með líka mikið af stofnunum í okkar viðskiptamannahóp, félagasamtök ýmiss konar og þannig að það er breiddin er raunar gífurlega mikil. Og eru fyrirtæki aðeins að nýta þetta í sínu markastarfi? Hvernig? Það er svona kannski algengast en í einhvern tilfellum er líka það að menn eru einfallega að safna sögu fyrirtækisins á þennan hátt. Byggja upp heimildasafn fyrirtækið eða þeirra markasvið eða hvað sem er. Bókasöfn eru einnig töluvert stór viðskiptavinur hjá okkur. Þannig að þau kaupa þá upplýsingar ákveðna hluti sem að þau leigja áfram eða lána út. Akkurat. Við til dæmis tökum saman alla umfjöllun bækur. Töluvert mörg bókasöfn er að fá þau hefti hjá okkur. Og sérhæð bókasöfn er að fá kannski allt það svið sem þau eru að starfa á og síðan er þetta leitt út eða notað í heimildavinnum, háskólanum og víðar. Já. Fleiri dæmi, þú talar að þarna væru sem ykkar viðskiptavinir, félagasamtök og fleiri. Já. Ertu með einhver fleiri dæmi það hvernig slík samtök eða félög er að nýta sér ykkar þjónustu? Já. Það til dæmis íþróttafélög að þau eru mörgum tilfellum að fá hjá okkur alla umfjöllun sig eða þá umfjöllun íþróttafréttum sem þau birtast og þá gjarnan í því skyni að sína styrktaraðilum sínum fram á hvernig þeirra auglýsingar er að skila sér á myndum á íþróttasíðunum eða hvernig það er. Þannig og jafnvel í einhverjum tilfellum er verið að fá einhvers konar talningu á því hversu oft fyrirtæki er nefnt sem að styrkir. Þetta getur til dæmis verið, eitt dæmi sem ég man eftir, svona leiðangur innanlands sem að hópur stóð að og þurfti að safna mörgum sponsoraðalum í að þá fengu þeir skýrslu alla umfjöllun þennan leiðangur og talning á því hversu oft styrktaraðalinni voru nefndir í þessum fréttum sem voru þennan leiðangur. Eru þess dæmi þá jafnvel að fyrirtæki sem að er að styrkja íþróttafélög og svona leiðangra leiti til ykkar jafnvel og vilji fá upplýsingar það hvernig umfjöllun fer fram af? Já, það eru tónokkuð dæmi það og til dæmis hefur þetta skipt sköpum varðandi þá sem er að styrkja ákveðna deildir í handboltanum og fótboltanum. Þeir leggja áherslu á það að deildin heiti nafni fyrirtækisins eins og við þekkjum. Já. Þetta hefur stundum verið svolítið erfitt að fá þetta til að skila sér. Já. Það hefur kannski verið talað bara fyrstdeildin. Þannig að þið getur verið mjög mikilvægur eftirlitsaðili hvað þetta var. Já, það má orða þannig.
hlustið á viðskiptaþáttinn í fjölmiðlavaktinni? Við erum því miður ekki farin að vakta viðskiptaþáttinn ennþá en hérna það er svona verið í undirbúningi. Það verður gaman að geta leita til ykkar eitthvað tíma nema vantar upplýsingar um það sem að þá umfjöllun sem að framfer. Guð velkomið. En Skúli Skúlason, framkvæmdastjóri fjölmiðlavaktarinnar, ég þakkaði fyrir komuna í viðskiptaþáttinn. Takk sem þið. Hér eftir örskamma stund Sólveig Hjaltadóttir, verkefnastjóri beinnar markaðssóknar hjá Íslandspósti. Landsbankinn Landsbréf færir þér viðskiptaþáttinn og faglega ráðgjöf í verðbréfaviðskiptum. Þetta er viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu. Já, hún sest hérna hjá okkur í viðskiptaþáttinn Sólveig Hjaltadóttir, verkefnastjóri beinnar markaðssóknar hjá Íslandspósti. Velkomin Sólveig. Takk. Þú sagði mér hér áðan að þú væri með diplóma í þessum fræðum. Já, ég tók diplóma árið 2000 hjá IDM, sem stendur fyrir The Institute of Direct Marketing, staðsett í Bretlandi, en þeir eru með fræðslu út allan heim og það var mjög krefjandi en gott að fá þetta diplóma. Já, ég sagði þér áðan í kynningunni þegar ég var að kynna þig að þú værir hugsanlega inn í Íslendingur með þessa gráðu, stenst það? Já, að ég best veit, þessari viðskiptafræðingur er mjög þetta góð viðbót en það eru margir sem hafa lært beina markaðssókn, sérstaklega þeir sem hafa lært markaðsfræði í Bandaríkjunum og Bretlandi. Við veitum Bandaríkin eru mjög sterkir þar og þeir náttúrulega þekkja þetta, þannig en ég veit ekki til þess að neitt annað sem er diplóma. Nei, en þetta er þetta aðferð sem er að ríða sér til rúms nú síðustu misserinn eða hvað? Hér á Íslandi hefur notkun aukist, við höfum fylgst reglulega með því á Íslandspósti, við höfum látið Gallup gera kannanir fyrir okkur reglulega síðan 1999 og það hefur komið í ljós að notkun hefur aukist hjá þeim sem voru að nota þetta áður og einnig hafa bæst nýja notendur við, þannig að við erum mjög ánægð með þann árangur sem við höfum náð. En vissulega er þetta tæki sem er mikið notað til að efla tryggð við núverandi viðskiptavini og svo framvegis og það er jú alltaf að aukast að fyrirtæki gera sér grein fyrir því hvað mikil verðmæti eru þar. Hvernig eru þá fyrirtæki að nýta sér þetta? Er verið að senda þá bara markpóst til sína viðskiptavini? Reyna fyrirtækina álgast þá nýja viðskiptavini með þessum hætti? Bæði og. Þetta er mjög öflugur auglýsingamiðl til að ná í nýja viðskiptavini og til þess að viðhalda viðskiptatryggð. Bein markaðssókn aðskilur sig frá öðrum auglýsingamiðlum, en svo má segja þannig að þú ert alltaf að fá viðtakan til þess að framkvæma eitthvað. Fara á einhvern stað, ringi eitthvað, senda tölvupóst, eitthvað slíkt og þess vegna er hægt að mæla árangurinn strax. Og það er það sem er aðaleinkenni í þessar aðferðar? Akkurat. Og er það þá það hlýtur þá að vera órjúvanlegu þáttur í þessu að mæla árangurinn að þessu eða hvað? Jú, en hollendingar eru mjög sterkir í beinna markaðssókn og ég var svo heppin að fá tækifæri til heimsækja þá í fyrra. Þar gerði hollenski pósturinn rannsókn á því að það er líka hægt að nota markpóst til að byggja upp vitund og það var gerð rannsókn í samvinnu við Nivea sem var flesti þekki á Íslandi og það var mældur árangur, mæld vitund Nivea-merkisins fyrir og eftir ákveði markpóst átak og það var alveg greinilega hægt að nota markpóst til að byggja upp vitund merki, þar að segja vantarlega konur þá hvaða krem eða þær voru að velja sér. Já, þannig að fyrirtæki eru þá að nýta sér lista úr þjóðskrá þá eða hvað og senda út? Í þessu tilfelli þekki ekki nákvæmlega hver listin er en það er hægt að nýta sér lista í þjóðskrá hérna á Íslandi og ég spái því að þetta er eftir að aukast enn meir hér á Íslandi bæði til að selja og svo líka jafnvel að byggja upp vörumerkja vitund. Þið hjá Íslandspósti hafið lagt ákveðin þunga á þessi mál.
upp á síðkastið og stofnuðu sérstaka deildin þetta eða hvað? Já, það var ákveðið sem 99 að stofna sérstakt svið sem að sáum til að hafa umsjón þjónustu á þessu sviði og ráðgjöf og ég var ráðin til þess og hef veitt í fórstöðu síðan og síðan erum við líka með öfluga sölu og þjónustudeild sem að þjónustar viðskiptavinnina en þetta hefur gefist mjög vel og við höfum verið í samvinnu við Ímark í fræðslumálum og það er þannig sem að við teljum að við höfum náð þessum góða árangri, það er með þessu öfluga fræðslustarfi. Þannig þegar verið að kynna það fyrir stjórnendum og markastjórum hvernig þessi aðferð getur nýst þeim. Já, við höfum flutt inn fyrirlesara frá Breitlandi sem hafa haldið námskeið í aðferðafræði beinna markasóknar. Og eru íslensk fyrirtæki duglega við að nýta sér þetta orðið? Mættu náttúrulega alltaf vera meira en hérna við erum ánað með þróunina. Eru menn jafnvel að reyna að nálgast viðskiptavinnu á einhvern óhefðbundin hátt með þessari nálgun? Eða viðskiptavinnu þurfa að framkvæma eitthvað segiru? Í hverju getur það verið fólkið, svo framkvæmd? Já, í raun og veru ef að fólk bregst ekki við, þar að segja þú fer fram á eitthvað í bréfinu eða slíkt, að þá ertu raun og veru að segja já þessi hefur ekki áhuga því sem ég er að bjóða. En það getur líka verið mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að kanna af hverju fólk hefur ekki samband. Það er að segja þeir sem ekki kaupa, af hverju kaupa er ekki. Þannig að þetta er mjög spennandi leið til að skoða vel þá sem vilja kaupa og líka þá sem vilja ekki kaupa. Þannig er komin aðferð þá til þess að mæla vilja fólks til þess að framkvæma þennan hlut, kaupa eitthvað eða senda tölvupóst eða eitthvað í þáttuna. En það fer náttúrulega alltaf eftir því hvað ert að bjóða, hver er ávinningur viðtakanda og það er náttúrulega mikilvægt að vanda sig og vera með gott tilboð til viðkomandi. En hvernig er þá markpósturinn að standa sig í samkeppni við aðra auglýsingamiðla? Þú hefur sagt að þetta sé að aukast eitthvað og að fyrirtæki sé að nýta sér þetta. Hafið þið mælt einhvers konar, er hægt að mæla hlutdeild í auglýsingum almennt? Já, við höfum spurt markastjóra reglulega eins og ég kom inn á áðan hversu stórt hlutfall af auglýsingafjármagni þeir nota í markpóst og það hlutfall hefur hækkað, farið stigahækkandi en þannig höfum við mælt það og einnig var mælt núna í febrúar síðustlinn trú markastjóra á ákveðna auglýsingamiðla og þá kom fram að okkar miðill er í mestri sókn og við vorum mjög glöð að sjá það. Það er að segja markastjóra hafa aukna trú á markpósti. En það er ekki aðeins spurningum það að þetta sé að annarkvort noti menn markpóst eða blaðauglýsingar heldur það er hægt að nota þetta eða ekki í tengsli með hvort annað? Jú, það er mjög mikilvægt. Ég tel sjálf að það sé mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir eðli hvers auglýsingamiðils og nota þá eftir því hvað passar og nýta þannig auglýsingafjármagnið vel. Það er að segja að láta alla þessa fjölbreyttu auglýsingamiðla vinna saman og við erum ekki þannig að þeir bara engangur nota markpóst. Það getur verið mjög áhrifaríkt til dæmis að byggja upp vitund í sjónvarpi ef fyrirtæki eiga ímyndar auglýsingu og í kjölfari senda þá markpóst og ringja jafnvel og eftir og slíkt. En vera með þetta allt kortlagt, það tel ég vera mjög mikilvægt. Og hafa þetta sem lið í markaðsókninni. Akkurat, kortleggja markaðsóknina og nota hvern miðil, eðli hans og áhrif á sem bestan hátt, þannig að þú fáir sem mest út úr peningunum og út úr herferðinni. Er slík notkun að aukast hjá okkur? Að fyrirtæki hafa þetta sem, hafa þetta þegar með í spilunum þegar að markaðsáætlanir eru gerðar til dæmis? Já, við höfum fundið fyrir því. Ég held ekki að fagmennska í íslensku markastarfi sé alltaf aukast. Þið hafið verið með námskeið hjá Endurmenntunarstofnun líka? Já, ég hef verið að kenna námskeið þar og talandi að nýta vel auglýsingafjármagn, þá hef ég haft mjög gaman að því að láta þáttakendur með mér reikna út mismunandi samskiptaleiðir
og þá hefur fólki brugðið oft. Við hefum notað sem sagt það að reikna út hvað kostar að senda tölvupóst, hvað kostar að senda bréf, hvað kostar að hringja og síðan hvað kostar að senda sölumann. Sem að fyrirtæki gera sér oft ekki grein fyrir hvað kostar vegna þess að hann er þarna og við skulum bara senda hann í heimsóknir. Svo fyrir við að reikna og þá kemur í ljós að það kostar svona cirka 10 sinnum meira að senda sölumann í heimsókn heldur en að senda eitt bréf. Og þá er spurning, stendur þessi viðskiptavinur undir því að hann sé heimsóttur, jafnvel einu sinni í mánuði eitthvað slíkt. Er kannski nóg að hann sé heimsóttur 2 ára ári og fái bréf eða tölvupóst eða hringingu þess á milli. Nú er ég alls ekki að segja að sölumenni hætti að vera heimsóknir, ég held að það sé mjög áhrifaríkt. En ég hef ráðlagt fyrirtækjum að kortleggja í raun og veru greina viðskiptavinna og hverjir standa undir svona mörgum heimsóknum og hverjir ekki. Því að það eru til margar aðra leiðir. Nú hefur jafnvel verið að færast í vöxt það að fyrirtæki eða markaðsfólk tilengir sér svona, hvað maður segja, one-on-one markaðssetningu, það er að segja að nálgast hvern viðskiptavin sinn sem einstakling og í raun safna upplýsingum hann í sinn gagnagrunn. Er hægt að nálgast mismunandi viðskiptavinni á mismunandi hátt með þessu, getur maður eða er þetta aðeins fjöldasendingu að ræða? Hvernig getið þið komið til móts við fyrirtæki, hvað það varðar? Já, gott við skulum komin á þetta. Við erum stöðugt að vinna með fyrirtækjum sem starfa á þessu sviði við hjá Íslandspósti. Það er að segja við erum að reyna eftir bestu geta að hafa upplýsingar til að mynda fyrirtæki sem geta prentað á persónlegan hátt bréf, mismunandi bréf. Þannig að það standi nafnið og hann og hún og jafnvel fleiri breytur. En þetta er hægt. Við gerum þetta ekki sjálf en við vísum á fyrirtæki sem eiga sérstakann búnað þar sem við getum prenta bréf á persónulegan hátt en við getum boðið upp á reynda lítilsháttar svona þjónustu en við viljum gjarnan benda á þá sem eru góðir í þessu fagi. Eru menn að reyna að byggja upp tryggð þá við viðskiptavinni með þessu móti eða hvernig er þetta aðalega til þess að ná í nýja viðskiptavinni eða halda þeim gömlu? Hvað er algengast ástæða þess að fyrirtæki nýta sér beina markaðsókn í sínu markaðsstarfi? Það er nú bæði og, það er nú flest fyrirtæki að stefna því að eignast alltaf meiri hlutild í hverjum og einu viðskiptavin og það er það sem að fyrirtæki eru meira fann að vinna í, það svona skynja maður. En það er tilfinning mín að það sé meira nota í dag til að ná í nýja eða bjóða einstök tilboð. En maður hefur líka séð hjá fjármálastofnunum til dæmis að þeir eru að bjóða viðbóta lífeyrissparnað, það þekkja það allir. Og þá er þeir að nota eigin gagnagrunna og fylgja því síðan eftir. Það er svona dæmikert markpóstmál. Þannig að það má segja að það sé bæði og. Að það er mjög áhrifaríkt að bjóða núverandi viðskiptavinum meira. Það er bæði gott fyrir viðskiptavininu og fyrirtækið. Já, aðstóðið þið viðskiptavinna við að, ykkar viðskiptavinni þar að segja, sem að ákveða það að senda svona markpóst við að ákvarða innihald póstsins. Skiptir það máli hvað hann inniheldur? Já, við bjóðum upp á ráðgjöf og til dæmis hvað varðar bréf og annað slíkt þá fyrir utan að hafa þessi námski þá er líka hægt að fá ráð hjá okkur og það er svo margt verið rannsakað sem að út í heimi, ekki svo mikið hérna á Íslandi en ég hef ekki trúið við séum neitt öðruvísi og við viljum gjarnan miðla þessu til okkar viðskiptavina eins og til dæmis með bréfið að senda endilega bréf með. Að ekki bara senda bæklinga? Nei, endilega senda bréf með. Rannsóknir hafa sýnt að bréfið er yfirleitt alltaf lesið á meðan kannski bæklingurinn er eingöngu skoðaður. Nú síðan er líka mikilvægt í bréfinu segjum við bara svona koma því að koma sér alltaf beint að efninu. Með allri virðingu fyrir fyrirtækjum sem eru stöndu og gömul þá er það eitthvað sem að skipti viðskiptavinir en verður ekki máli heldur verður maður að setja sig í spor hans og hugsa hvað er það sem að fær hann til að bregðast við. Það er svona lykilatriði. Já, nú hefur maður einmitt haldið að vel skipulaður bæklingur þar sem auðvelt er að sjá þær upplýsingar sem að viðkomandi er að reyna að koma frá sér að hann yrði meira lesin heldur en bréf sem er skrifað með þéttum texta en það er greinilega þá ekki raunin. Já, raunin er svo að fólk les bréf sem það fær með bæklingum. Stundum les fólk bæklingin en bréfið er
aðferð til þess að fá fólk til að fá meiri áhuga á því sem í bæklingnum. Það náttúrulega yfirleitt mikið styttri texti á bréfinu, þannig að þú eykur líkurnar á því að fólk kynni sér innihald bæklingsins ef þú hefur bréf með. Hvernig fyrirtæki það helst sem að nýta sér þessa þjónustu? Það hér á Íslandi bílaumboðin og bókaklúpar, tryggingafyrirtæki, fjármálafyrirtæki, það svona það helsta. Það þau sem að gera þetta frekar heldur en önnur, eru fyrirtæki á einhverjum ákveðnum markaði sem að getu frekar nýtt sér þetta heldur en önnur fyrirtæki? Ég myndi segja að þetta mjög spennandi leið eins og fyrir bílaumboðin og ég veit þess að Toyota hefur gert það en þetta eru fyrirtæki sem eru með skrári yfir sína viðskiptavini þá. Og það þessi tryggð svo sterk, ég meina það keypt Toyota því að við keypt alltaf Toyota og svo framvegis þannig að það líka spurningum að viðhalda þessari tryggð með góðri þjónustu. En fyrirtæki sem eru ekki endilega með skrár yfir sína viðskiptavini, segjum matvöruverslanir og fleiri, það kannski síður það síður kannski hægt að nota þetta í slíkum bransa? Já, það náttúrulega erfiðara og líka spurningum kostnað. En þá held ég að það sé spurningum til dæmis svona tryggðarkort eins og hefur verið en svo fríkortinu og það náttúrulega búið en verslunarkeðjur, matvara og slíkt neysluvara frekar þá í svona, ákveðna keðjur þar sem að þú vilt frekar fá fólk til að koma í ákveðna búðir 10-11 eða eitthvað svona akkurat. Þannig að byggja upp. Sólveig Hjaltadóttir, verkefnastjóri beinnar markaðssóknar hjá Íslandspósti, ég þakka þér fyrir komuna í viðskiptaþáttinn. Takk sömuleiðis, takk fyrir að fá tækifæri til að spjalla við ykkur. Gjörðu svo vel. Við verðum hér aftur á morgun á sama tíma, milli klukkan 4 og 5 og erum hér alla virka daga á þeim tíma. Ég vil enn og eftir minna á netfang þáttarins sem viðskipti@útvarp.is ef að hlustendur hafa eitthvað áhugavert efni sem að vert að taka fyrir í þættinum eða ábendingar það sem betur má fara. En þar til á morgun, verið sæl. Viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu.